Góðan dag, ég heiti Birta Kristín Hjálmarsdóttir og starfa sem talmeinafræðingur á Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis og ég er komin hingað í dag til að kynna meistaraverkefni mitt í talmeinafræði, þýðing og forprófun á Fókus Ís mat foreldra og félagsleg málnotkun 3 ára barna. Meðhöfundar eru Þóra Másdóttir talmeinafræðingur og lektor við Háskóla Íslands og Jóhanna T. Einarsdóttir talmeinafræðingur og dósent við Háskóla Íslands. Málþroski barna þróast samhliða almennu þroska þeirra og flest börn gangi í gegnum svipuð stig í málþroskanum. Nauðsynlegt er að hafa þekkingu á dæmigerðri þróun máltöku hjá börnum og að grípa snemma inn í ef málþroskamat gefur til kynna slakan málþroska miðað við jafnaldra. Til þess að meta málþroska barna heildstætt þarf að kanna alla þætti málsins. Það er form eða framburð og setningauppbyggingu, innihald, til dæmis merkingu orða og félagslega notkun tungumálsins. Það er gert með stöðluðum málþroskaprófum eða matslistum. Hefðbundin málþroskapróf meta oftast aðeins þau svið málþroskans sem snúa að máltjáningu og málskilningi, en athugun á málnotkun barna er ekki algeng á slíkum prófum. Málnotkun kemur helst fram í félagslegum aðstæðum og er því erfitt að meta í prófaðstæðum. En þá er hægt að nota matslista sem foreldrar eða aðrir í nánasta umhverfi barnsins svara eða taka málsýni sem gefa ákveðna mynd af málnotkun barnsins. Hvatinn af verkefni var sá að þýða á íslensku og staðfæra lista sem kanna tjáskiptafærni 3 ára barna. Fókus er kanadískt matstæki sem hannað var til að mæla breytingar á félagslegum tjáskiptum eins og hálsás til 6 ára barna. Fókus skiptist í 2 hluta með samtals 50 atriðum en undir þetta listans eru 9 talsins og falla þeir undir ICF staðal Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar fyrir börn og ungmenni. Og það er líkamsstarfsemi líkamsbygging eða umhverfi þáttaka. Foreldrar meta félagslega málnotkun barna sinna á 7 punkta líkertkvarða og mest er hægt að fá 350 stig og minnst 50. Rannsókn á frumútgáfu Fókus og ítölsku og þýsku útgáfu matslistans sýna að hann er bæði réttmætur og áreiðanlegur. Matslistin hefur verið þýddur á minnstakosti 20 önnur tungumál með góðum árangri. Fókus er foreldramiðaður matslisti og hafa rannsóknir sýnt að foreldrar sem matsmenn séu áreiðanlegir. Fókus er klínískt tæki til að meta breytingar sem verða á tjáskiptum og málnotkun barna meðal annars í kjölfar íhlutunar og þá er listin lagður fyrir áður en íhlutun hefst og eftir að henni lýkur og barnið er þannig borið saman við sjálft sig. Í handbók Fókus koma fram viðmið hvenær breyting á heildarskori milli fyrirlagna er þýðingamikil. 9 stiga hækkun er ekki talin þýðingamikil klínísk breyting, 10-15 stiga hækkun er möguleg klínísk breyting og 16 stiga hækkun er marktæk klínísk breyting. Mikilvægt er að skoða hvernig barn notar tungumálið en ekki eingöngu að prófa form og innihald þess. Fókus er því góð viðbót við hefðbundið málþroskapróf þar sem með því fást upplýsingar mat foreldra og málnotkun barna í þeirra náttúrulega umhverfi. Málþroskaprófið málfærni ungra barna, MUB, var lagt fyrir hluta barnana. Þetta er fyrsta íslenska málþroskaprófið sem kanna bæði málskilning og máltjáningu barna á aldrinum 2-4 ára. Prófið er staðlað á íslensku börnum og telst áreiðanlegt og réttmætt matstæki fyrir þennan aldurshóp. Stuðst við staðlaða mælitölur þar sem meðaltal er 100 og staðarfrávik 15. MUB skiptist í 2 hluta, annars vegar í málskilningshluta og hins vegar máltjáningarhluta. Úr þeim fást mælitölur þar sem meðaltal er 10 og staðarfrávikið er 3. En megintilgangur verkefnisins var að þýða bakþið á forpróf Fókus og rannsóknarspurningarnar voru: er innri áreiðanleiki íslenska þýðingar á Fókus ásættanlegur og er fylgni milli mats foreldra á Fókus annars vegar og niðurstaðan á MUB hins vegar ásættanleg. Afla þurfti formlegra leyfa frá rétthöfum Fókus, vísindasiðanefnd og sveitarfélögunum og eftir að leyfi fengust var hafist handa við rannsóknina. Fyrst á matslistin þýddur og staðfærður en í þýðingaferlinu var stuðst við hefðbundi bakþýðingaferli. Næst voru leikskólar valdir að handahófi þar sem forprófum var ræða og foreldrum allra 3 ára barna í leikskólanum boðið þáttaka og þá var engin börn útilókuð frá þáttöku. Þeir foreldrar sem samþykktu þáttöku fengu listan afhentan í leikskólanum og skiluðu hann svo útfylltum. Ég sótti svo listan og vann úr gögnunum. Alls vöruðu foreldrar 118 3 ára barna í 16 leikskólum
matslistanum. Þar voru 114 sem svöruðu fókus á íslensku, 3 svöruðu listanum á ensku og 1 á pólsku. Heildastig barnanna 114 voru reiknuð út og 10% þeirra sem fengu hæst og 10% þeirra sem fengu fæst heildastig voru prófið á MUB, málþroskaprófi. Þá komum við því að greina frá niðurstöðunum. 2 matsmenn þýddu listan og fengu svo talmeinafræðing til að fara við þýðinguna. Þegar þýðingu var lokið var talmeinafræðingur og sérfræðingur í máltöku barna fengið til að bakþýða listan og bakþýðingin var í góðu samræmi við upprunalega útgáfu listans. Höfundar Fókus fóru svo yfir bakþýðinguna og komu með ákveðnar athugasemdir sem voru síðan samræmdar og tekið var tillit til. Þeir samþykktu svo þýðinguna. Ákveðið var að nefna íslensku útgáfuna Fókus Ís. Á þessari mynd sést dreifing heildastigafjölda Fókus Ís en meðalstigafjöldi var 249, hæsta gildi var 350, miðgildi 302, lægsta gildi 213 og þá voru 4 útlagar. Flest börn fengu því heildastigi milli 273 og 321. Innri áreiðanleiki var metinn með áreiðanleikastuðlinum Kronbachs alfa með viðmiði 0,7. Eins og sést í töflunni sýndu niðurstöður heildastiga forprófunarinnar að áreiðanleikastuðlinn var hár eða 0,96 sem og innri áreiðanleiki hluta 1 en hann var 0,95 og hluta 2 en hann var 0,90. Taflan sýnir einnig innri áreiðanleika undir þetta Fókus Ís var góður í öllum undirþáttum nema 3 og það er tal, málskilningur, hlustun, athygli og málnotkun. Samkvæmt þessum niðurstöðum má segja að innri áreiðanleiki Fókus Ís sé góður, sérstaklega þegar litið er til innri áreiðanleika heildastiga og hluta 1 og 2 á Fókus Ís. Til að gera frumathugun og hugsmíðaréttmæti Fókus Ís var hluti barnanna prófaður á MUB. Alls voru 22 börn prófuð, 10 börn sem fengu fæst heildastig á Fókus Ís og til samanburðar 12 börn sem fengu flest heildastig. Hlutfylgni var reiknuð út á milli heildastigafjölda barnanna í hópunum 2 og málþroskatölu sem var fundið með því að leggja MUB fyrir. Taflan sýnir að fylgni milli Fókus Ís og MUB er lág og nær ekki marktættamörkum þar sem miðað við að p-gildið sé lægra en 0,05. Í þessu litla úrtaki er því ekki hægt að segja að mat foreldra á málnotkun barna með Fókus Ís listanum spái fyrir niðurstöður á MUB málþroskaprófi. Í þessari töflu hérna kemur fram að meðaltal málþroskatölu á MUB í hópi þeirra 12 sem skoruðu hæst var 109 og 95 í hópi þeirra 10 sem skoruðu lægst. Mismunur á skoruhópan er því 14 stig og staðarfrák MUB er 15. Óháð T-próf var notað til að skoða þennan mun á hópunum og þessi 14 stiga munur reyndist marktækur eða P0,041. Þrátt fyrir að fylgni milli Fókus Ís og MUB hafi reynst ómarktæk var munurinn á meðaltali mælitalna á MUB marktækur og það er styrkur fyrir réttmæti Fókus Ís. Í hópi þeirra barna sem skoruðu hæst á Fókus Ís var meðaltal lægst í undirþættinum tal. Börnin komu vel út úr öllum undirþáttum og það rímar við niðurstöðu þeirra á MUB sem er innan aldursvandi marka hjá öllum þáttakendum en það voru 92 til 130. Börnin 10 sem skoruðu lægst á Fókus Ís komu slökust út úr undirþættinum tal með 3,3 stig og þar á eftir þáttunum máltjáning, skiljanleiki tals, sjálfstæði og máltjáning í líkamsstarfsemi, líkamsbygging. Í öðrum þáttum fenguðu 5 stig. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að innri áreiðanleiki Fókus Ís í heild sem á flesta undirþátta er hár og er það vísbending að íslenska þýðingin sé áreiðanleg. Þegar innri áreiðanleiki Fókus Ís er borin saman við rannsóknir á frumtexta Fókus og ítölsku útgáfun og þýsku sést að niðurstöðurnar eru nánast þær sömu. Jafnhár innri áreiðanleiki er á Fókus Ís og frumtexta Fókus og innri áreiðanleiki ítölsku og þýsku útgáfunar er einnig nánast sá sami. Hvað varðar undirþættina eru svipaðar niðurstöður í ítölsku útgáfu Fókus þar sem 6 undirþættir náðu ásættanlegum innri áreiðanleika og sömu undirþættir voru undir 0,70. Það er tal, málnotkun og málskilningur, hlustun, athygli.
Í þeirri þýsku voru þessi þættir einnig undir 0,7, auk máltjáningar í umhverfi þáttaka. Fylgni milli fókusís og MUB mældist því ekki marktæk og í stuttu máli má nefna 2 ástæður fyrir því. Annars vegar að úrtaki var of lítið og of einsleitt og það hefði þurft að leggja MUB fyrir öll börn í rannsókninni og hins vegar hugsanlega ekki nákvæmlega sömu hugsmið að ræða. Prófin kanna mismunandi svið málsins, MUB prófa málskilning og máltjáningu en fókusís metur málnotkun. Að auki verið að skoða samræmi milli matslista sem foreldrar svara og hefðbundins staðlaðs málþroskaprófs, þar sem barn prófað í ákveðnum prófaðstæðum. Sum barnanna í þessari rannsókn komu lág út á fókusís en mjög háa MUB og öfugt. Hinn lága fylgni milli fókusís og MUB gæti einnig verið vísbending að ekki sé nóg að meta eingöngu form eða máltjáningu og innihald, málskilning. Í málþroska barna líkt að MUB gerir heldur sé einnig mikilvægt að meta málnotkun, eins og gert með fókus. Þessar niðurstöður eiga við þetta litla úrtak en endurspegla ekki þýðið í heild, því ekki hægt að segja að útkomu fókusís spái fyrir niðurstöður á MUB. Það má bæta því við að börnin í hópi 10 lægstu kom í raun ekki mjög illa út úr fókusís að þau voru öll nema 2 með 213-263 stig af 350. Niðurstöður og undirþáttum fókusís í há- og lághópi gefa tilefni til að velta því fyrir sig hvort foreldrar taki frekar eftir tali barna, skiljanleika tals og máltjáningu en til dæmis málskilningi. Þar sem þau börn sem skoruðu lægst á fókusís voru mörg hver með aldursvarandi málþroska á MUB. En framburður barnanna var ekki prófaði sérstaklega í þessari rannsókn en tilfinning höfunda var sú að hann væri slakur hjá þeim börnum sem fengu fæst stig á fókus. Marktækur munur fannst á meðaltali niðurstaðnum MUB í hópunum 2 sem styrkir réttmæti fókusís sem mælitækis greinir á milli þeirra sem skora hátt og þeirra sem skora lágt. Mun fleiri börn komu mjög vel út á fókusís og dreifingin var neikvætt skekkt og ekki mikil dreifing í heildarstigafjölda. Helstu niðurstöður sýna því að innri áreiðanleiki íslenskra þýðingar á fókus sé ásættanlegur og segja má að þýðingin hafi tekist vel og hægt að nota listan í klínísku starfi að minnstakosti fyrir 3 ára börn. Niðurstöður samrýmast niðurstöðum erlendra rannsókna sem vísbendingu að hugsanlega sé hægt að nota hann fyrir aðra aldurshópa á Íslandi. Fylgni fókusís og MUB reyndist ekki ásættanleg. Hugsanlega niðurstöða hugsmíða réttmætis mælinga önnur ef fókusís var borin saman við annan foreldra meða matslista, þar sem félags- eða tilfinningaþroski barni metin, eða framburðarpróf, þar sem foreldrar í þessar rannsókn virtust svara meira í samræmi við tal, skiljanleika tals og máltjáningu barna sinna. Niðurstöðurnar ýta enn frekar undir það hversu mikilvægt að prófa alla þætti málþroskans og með fókusís komið matstæki sem metur málnotkun barna þrátt fyrir að fylgni milli prófana 2 hafi ekki reynst marktæk, fannst marktæku munur á meðaltali mælitalna MUB hjá hópinu 2 sem styrkir próffræðilega eiginleika fókusís. Ávinningur rannsóknarinnar að grunnur hefur verið lagður að þróa matstæki sem metur málnotkun leikskólabarna á íslensku. Það mun nýtast talmeinafræðingum við heildstætt málþroskamat sem og við skipulagningu íhlutunar og til að fylgjast með framförum. Niðurstöður rannsóknanna gefa tilefni til áframhaldandi rannsókna, til dæmis frekari próffræðilegra athugana á listanum, íhlutunar rannsókn og að bera hann saman við erlendar rannsóknir. Takk fyrir.